Fylgjustátt 8. umferðar Icelandic Open í Húnabyggð. Við sitjum hérna við yngvar við hafið á Blönduósi. Já. Og sólsetrið fyrir aftan okkur. Sólsetur og hérna sjáa niður. Þetta er mjög róandi. Ég vona bara að við sofnum ekki hérna. Það er taka upp. Það var skemmtileg umferð í dag í 8. umferð og línur eru farnar að skýrast fyrir lokadaginn sem að hefst klukkan 9 fyrramálið. Og við erum heldur betur með skemmtilega stöðu sem við fáum að sjá á eftir, en ef að líta á skákinar. Já, við skulum byrja bara að taka röðina og byrja á efstaborði. Það er á skákvíkni sem alltaf sem hvít og Ivan Sitsko, Moldovans, eru góði félagar. Þannig bara að fara hrætt yfir sögu. Það kom Sigurleifur og já, hann valdi hérna svona traust aðbrigði, hann Vignir. Það er kannski ágætt að nefna með að fara yfir leikinn að Vignir lagði upp þessi skák með það í huga að tefla upp til úrslit, er þetta að segja það. Já. Þess að reyna að pressa smá en eiga að tefla í bakhöndinni ef að Ivan teldi vel. Og ég held að hann hafi telt byrjunina mjög skynsamlega, Ivan. Já, við getum nefnt það hér að það er nú vel þekkt svona hjá þessu skámanum að svona peður eitruð að það myndi svartur einfallega bara loka biskupinn inn og vinna biskupinn, hann að biskupinn bara hörvar. Já, við þekkjum það úr Laugardalshöll, 72. Já, þannig við kunnum þetta sérstaklega á Íslandi. Já. En hér eiginlega, verða vatnarskilin í skákinu, þar sem að Vignis vatnarskilin, þar sem að skákar á D5, kongar F8 og Vignir fer tilbaka, situr á peði núna á H7 og Ivan eiginlega býður upp á jafntefli með frafstötu G8, þannig að hann segir ok, og skákar á D5, þá bara endur tekið leikinn og jafntefli er í boði og ég svona tók sér tíma, horfði svolítið upp í loftið og ég skoða aðra skákir og hann enda á að leiða jafnteflið og þeir þráleiku hérna í miðtablinu, þannig að þessi var svona fljótust að klárast á öfstuborðunum. Ekkert endilega svo slæmúslit fyrir Vigni, sérstaklega með við hvað gerist í umferðinni. Já, ég held að Vignir hafi klárlega frekar vilja taka jafntefli heldur en að fara eitthvað að þenja sig. Staðan er í öfn. Hann er alltaf eitthvað að reyna í þessari stöðu þá hann geta leikið eins og Ritter H4 eða kannski 2 á D-línunni eitthvað slíkt, en þetta Svartur er með alla mennina tilbúna og Svartur er tilbúin í ákveðnar aðgerðir líka, þannig að Ritter C5 er að koma og þú veist, þetta er bara jöfn staða. Þannig að hann vildi ekki taka sénsinn, en sá sem að tók sénsinn hins vegar, það var Ivan Sokol með Svörtu. Heldur betur. Við fengum spænska leikinn. Já. Ég veit nú í gamla þetta, þá teldi Ivan, það er nú ekki hér, heldur hér, þá teldi hann nú oft opnaðabriðið. Já. Tóku F4. B5 fyrst og svo tók ég F4, ég man ekki alveg. Já, tekið F4 fyrst. Já, tekið F4 fyrst, hrókur reyðir B5, já. Hann verið svona að vera, allavega svona, ég veit ekki hvort það hættur því, en svona teflaði minna. Og við fengum svona svipað stöðu, við fengum spálum verið í gæru, það ekki? Jú, þetta er náttúrulega mjög klassísk og algeng staða eftir H3 og hér er ýmsir möguleika fyrir Svartan. Þetta er A5 tíkurinn afbrigðið. Þessi leikur sem Ivan leikur Ritter B8 nefnist Breyjar afbrigðið og hefur verið vinsæll svona í gegnum tíðina. Þetta virðist skrítin leikur að bakka með Rittarinn, en Rittarinn er leiðin til D7, þar sem hann stendur betur en á C6 og biskupinn fer á B7 og svo er Svartur tilbúin í ýmsar aðgerðir í kjölfarið, leika C5, hrókur E8 og þetta er svona þung undiralda í þessu, þetta er stöðubaráttu það sem allir mennir inn á borðinu. Þetta er yfirleitt mjög langar baráttuskákir og hentaði fyrir Ivan hér, hann vildi tefla, hann vildi reyna að fá upp vinningsmöguleika, hann vildi halda mönnunum inn á borðinu og eða möguleika á einhverjum flækjum setna. Næstu leikir svona, þetta er allt þekkt þessar tilfæslur, Rittarinn fer hérna á G3. Þetta er mjög standard. Undirvír möguleikar aðgerð hérna Kongsvæng og Svartur bakkar með biskupinn, þetta er bara til að svona opna fyrir hrókinn að valda peðið. Og það verið þessari stöðu sem að Ivan kemur svona með sjálfgjafanleik, hann leikur A5, G6 er svona standardleikurinn. Akkurat. Og þetta er vantilega eitthvað sem hann hefði planað, hann leika svona, hann teldi þetta frekar hratt. Já, hann er spúin til að hratt líka hérna, en fór aðeins að hugsa hérna eftir A5. Já, 20 mínútur. Og leik hérna A4. Þá kom B4 á Ivan, biskup D3, og svo kom svona, eðlilega leikir hjá Ivan núna G6, biskup D2 og hérna leikur að hróku C8. Já, þetta er mjög aðtilsvært. Ivan hlýtur að hafa gýra sig inn í það, þú veist, ok, hann er að gefa peð núna, það er ekkert alveg augljóst hvernig hvítur vinnur peðið, en hann er að fórna peði og hefur vantilega verið búin að sjá fyrir sem hann fengi eitthvað mótspil fyrir. Hann er að taka smá áhættu, vissulega. Já, vissulega. Hann metir stöðuna þannig að hann yrði að vinna. Já. En hann er strepur sem stefn á B4. Já.
og leikur síðan D5. Sjáum Hannes getur ekki með góðum móti unni peði með að taka á B4 strax. Nei, það var til dæmis að taka D4 og C5 og verið yfir getum ekki tekið tilbaka. Já, þannig að leikur D5 og þetta peði er hérna, já, býður örlega sinna. Já, það er ekkert hægt að valda það með góðum móti. Þannig að Ívan nýtur tíman á meðan og leikur C6 og brýtur upp miðborðið og fær fyrir vikið svona votta frumkvæði, það er hægt að segja það, þó að hvítastæðan sé vissulega betri hérna. Já, mér fannst fyrst eins og það geti einhvern veginn ekki verið nóg, en svo koma allir kallarnir, riddarinn kemur út, drottningi bakka fyrir á línuna, það kemur press á F4, svo setur hann hindbiskupin á H6, komlega á ákvæmdi skálínu. Já, kemur hann á F4, það er svona smá kýll. Já. Og svo kemur hann auðvitað veg fyrir uppskiptuna, vill ekki skipta upp á mönnum og þessi riddar endur á E6, þannig að hann er á leiðinu inn á B4 og hér, ef til vill hér er einhvern veginn það sem hann er svona pínlítið missið þráðin. Hann leikur hérna ónákvæmum leik að ég held í þessar stöðu, leikur hérna hrókur A3 og eftir riddari D4 þá er hann alveg þvingaður til þess að gefa eftir biskupaparið og þá eykst svona. Já, við sjáum kannski að hverju hrókur A3 og ónákvæmara því að hann getur skotið þessu leiku inn á milli núna og tveir menn onni. Hann reyndi drepur hér, þannig að smá taktík í gangi og Ívan þarf að drepa tilbaka og hann er NPð yfir, en Ívan er með biskupaparið og það sem er kannski mikilvægast í þessu stöðu, hann er með svartriddabiskupin og nokkuð góð tök á svartriddanum. Já, og virðist verið líka að hann getur leikið eins og H5, það sem að riddar hann bakka, riddar getur komið á C5, svartu mennir eru virkari. Það er alls konar svona pótleikir og óþægindi sem er að koma, sem að sér fyrir sér. Margir leikir fyrir svartan til að bæta stöðuna en erfitt fyrir Hannes einhvern veginn að finna haldgott plan. Já. Þannig að hann hörfa með riddarann sem hér og er svona komin á afturfætuna í þessari stöð, þó hann sé peði yfir. Tölvöld að meta þetta í jafnvægi, en ég myndi halda svona praktískt séð, myndi maður velja svartu stöðuna þegar það er að finna plan. Kongur H1, hann var rónið, hann var G3, peðið hefur verið leppur, hann fór leppurinn með kongur H1. Já, og svo kemur augnablikki hér þar sem Hannes tapar þræðinni mér hér. Hann er eiginlega bara taktist blindur hér vegna þess að hann er með óvaldaðan mann og eins og segir í máltækinu loose pieces drop. Já. John Nunn gerir frækt allpjenti og loose pieces drop off. Já, skemmtileg taktikinn hjá Ívan. Já. Eftir riddar F1 hjá hvítum núna. Já, Hannes leikur riddar F1 sem er bara afleikur. Ekki tapleikurinn en svona langleiðina. Einmitt. Og því að riddarinn þegar hann bakka með riddarinn á F1 þá er hvíta drottningin svona fáreiti og svartu getur leikið hérna biskup B5, hóta drottningunni og Hannes verður að drepa henni biskup, drottningin getur ekki farin eitt og það fellur óvaldaðir hrókurinn A2 og það má eiginlega segja eftirleikurinn hafi verið auðveldur fyrir Ívan Sókla. Hann skipta minn yfir, tekur hérna peði í kjálfarið. Já, það er næri sem peði á E4, það var þetta orðið erfið bara þetta. Og restin var bara svona svo sleppti maður matter of technique. Já. Riddararnir eiga erfitt með að vinna vel saman í þessari stöðu. Já, og það er kannski lært að skoða svona hvernig Ívan hefur heimil á þessu riddara á C7. Já. Sjáum að þessi riddari ekki marga reyti eftir hérna. Krókur D3, þetta er svona skemmtilega leikur, gott fyrir fólk að hafa þetta í huga. Eitt riddara á milli, króks á riddara. Tekur 4 reyti hann í einu af riddaranum. Já. Og eftir riddara F5, biskup C5 og riddari C7, þá verður H4. Já, hann er slaðið niður vopninu. Já. En peðin er að falla og riddararnir eru. Já, hann er ekki neitt í þessu stöðu. Því miður, hann er búin að hafa gott mót. Já, einmitt. Kannski óöppin að fá Ívan í svona vígahaug. Já, einmitt. Það er fínt að fá kvittan og hann er sem alveg úrslitum að móti Ívan gegnum tíðina, ef ég maður rétt. En þetta datt ekki með hann í dag. Synda því að hann er búin að eiga gott mót og hefði alveg átt titilin skilin, en hérna eins og staðin núna þá er það orðið ansið langsótt. Það er smá séns. Það þarf alltaf að falla með honum í lokaumferðinni. Já, heldur betur. En það verður erfitt af því að í skák Alexander Domotsuk og Hilmis Freys þar fengu úrslit. Og það er mikilvægt skák, við tölum með það að gæra. Þetta geti haft svona ákveðna undiröldu jafnvel með vali í landsliði. Já. En já, fyrir kannski hratt yfir byrjunina. Þetta er svona vængtafl. Og eftir hérna C4, þá kom D4 hjá Hilmi, hann tekur svolítið rýma miðborðinu. Já. Og við fáum í raun upp, byrjum með skiptu litum. Þú sagt okkur kannski hvað byrjun það er. Já, þetta myndi ég kalla svona öfugan Benoni. Já. Þannig að svartu fær mjög gott rými.
Já, það sem enginn er náttúrulega þessa byrjun að hvítur hefur peð hluta á drottningavegnum og veit líta þessum peðum áfram. En þetta peð á D4 svolítið þrengir að hvítum og svartur hefur, sem óvinnulegt kannski, svartur hefur meira rými og ég var að segja eins og þú sagðir reyndar á meðan umferðinni stóð í dag, ég hrifnar svörtustöðum í þessu. Það eru ákveðin svona þemi í þessu sem henda svörtum vel, þannig að... Ég sammála því, ég mitt sko, þetta á hræskamóti í fyrra sumar gegn litháensku landsliðsmanni og fekk svona stöðu með svart. Og bara, mér finnst það nú að tefla sig svona nokkur með sjálf og mér finnst alltaf erfiðara fyrir hvítan að finna leiki. Nákvæmlega. Þótt ég sé benuskapmaður og hef telt með hvítið, það finnst mér alltaf erfitt að finna plönun og hérna er Hilmir vel með að nótunum, hann leikur hérna E4, hann er svona skemmtilega dýnamisk skákmaður. Já, hann leikur E4 og hugmyndin er þetta að opna stöðuna og eiga möguleika að leika D3 og svona fljótt á liti getur mér haldið að svartur var að vinna mann af því eftir þessi uppskipti hér drepið D3. Já, það er svona þessi gaffall en hvíti getur náttúrulega bara leppa peði sem hann nú gerir. Já, ég meina drottningin er óvölduð þannig að hann leikur bara drottning D2. Lose pieces drop off. Akkurat. Og hann hefði átt líka möguleika að hrópa D1 í einhverjum aðbrigðum. Þannig að Hilmir er núna peð undir en er með rosalegt frumkvæði og er sterkpið á D3 og hér hefði Hilmir... Já, hrópa D8 hérna átt hann smá sens að ná stungu að það ekki með því að leika riddar 1-5. Já, riddar E5, já. Sem að hóldar gaflunum með F3 sem er ansið óþægilegur. Já. Og það virðist vera einlega að sé að leika kongu G2 til að valda það. Og þá er annar dýnamisku leikur sem að ég hefði nú treyst til mig til að finna og það leika bara hérna F5 og opna línur. Nákvæmlega. Og vandinn er náttúrulega ef að hvítur drepur hér þá er þessi skálinu alveg hrikaleg sko. Já, þú mátt ekki opna skálinu. Maður leikur eins og drottning C6, skák og það náttúrulega bjarga drottningunum úr leppurinn. Já, og það getur tekið á C2 mannin. Og því mátsokk líka, þannig að Hilmir hefði þurft að leika, fyrir Alexandra hefði þurft að leika eins og F4. En staðan er að galopnast og svartur er með mjög hættuleg farið þannig. Já. Ég held að þetta hefði leiðin til lífsins fyrir Hilmi. Já. En hann leik hérna hróku D8. Svo sem eðluleikur líka, ekkert ekki verið neitt að þessu. Já. En hérna, já, nær Alexander svona að redda sér út af vandræðunum. Ég held hreinlega að hann væri með verra og stutt í að fá tapatafl. En hérna er það svona aðeins komin yfir að vestan. Já, komið smá kontrólastöðunni. Og nær hérna eftir riddari B4. Já. Að leika hróku E3. Einmitt. Og þá sjáum við ef hann tekur á D5 sem að gerði ekki okkur B5 fyrst. Já. En það kemur sama taktík, við skulum bara fá B5 á A3. Það er hvort sem hann hefði tekið á D5 áðan eða núna, eins og hann gerir, þá kemur hróktur á D3 og vinnur manninn svona tilbaka. Já. Og hérna er hann algjörlega búin að redda sér. Og ég held að þessi staði sé Einmitt, með bestu tapast. Já, menn þenni sé ekki að mikið að það ætti bara að skýtast upp á þessum peðum og þannig að þetta var heimil á þessu D-peði, sko, en eitthvað gerist hérna, kongur G2, hrókur B8. Hér drepið drottning C4 og drottning A7. Eitthvað millilegur hana. Hóttarhróknum á móti. Hér er skák og hér kemur Alexander sér í leppun af flýrunum. Já, oft er þetta ansið slæm leppuna þegar er þetta að losa hana. Já. En þarna hóta hann bæði hróknum B8 og skákinu F7. Já. Þannig að hérna vinnur hann peð og mjög mikilvægt peð. Og það var hér í þessar stöðu sem að ég var að fylgjast með skákinni á skjá í beinni útsendingu og Vigni Vatnar stendur við hliðina mér og með svona gangmála Vigni var búin að semja jafntefli og hann náttúrulega vildi að ákveðin úrslit fjallu með honum eðlilega þannig að hann var vonast eftir að þessi skák myndi bara enda með jafntefli, taldi að það væri best fyrir sig og hann sagði, byrju, getur ekki Hilmir bara leikið G5 hérna á hóttarhróknum og rækti einhverja leikari og taldi það vera jafntefli með bestu tapningu. Tölvurnar enda benda það að hvíti stendi vinning með bestu tapningu. Og það var það sem gerðist eftir G5 þá kom H3. G5 er frestandi, hóta G4 vinna hrókin, það var kannski planið hann alltaf tíman, H5 núna. Og fylgir eftir með H5 og hóta G4 og hrókurinn er í vandræðum. Þá kemur, kannski hefur hann þegar hann fór út í þetta mista þessu leik, drottning einar 3. Já, einmitt. Sko Vigni taldi svartan halda pressunni með drottning D5 en hérna kemur drottning D3 og tekur svona mestu spennuna af skálinni. Þú veist, annarkvort fer drottningin eitthvað og hvíta drottningin kemur inn á F5. Það fyrir að býja sér drottning F5 og stoppum G4 allt í einu. Já. Og getur fara að afleppa hrókin og vera þá peði yfir. Og vandi Hilmis, hann er með 1,5 mínútu eftir á klukkunni, það er 37. leikur og hann afreiður að taka drottninguna og fara bara út í tapar hróksendar. Já, og hérna er ágætis augnumleika leikurinn, hrókur D5.
venjulega vilja fara bak upp peði. Já. En hérna hann að setja það mikla pressu held ég á 5. reyðurina að þetta líklega besta leikurinn. Já, þvinga fram F6 sem að gefur ákveðna gloppu líka í hvíturreitinu, þannig að hvíti kóngurinn að koma vaðandi. Hérna leikan kóngur F3 sem bara fýll leikur. Ég bjóst reyndar við H4 sem virðist vinna annað peð. Já. En hérna matan það bara, líklega bara matsadri, að kóngurinn það fljótur hjá honum. Það ætla bara að hjálpa B-peðinu og jafnvel þótt að svartu sé að fá eitthvað mótspil, þá að peði bara komið svo langt. Já. Það má gefa þetta eftir peð. Hann getur ekki verið að drepa þar, hann kemur bara, peði viður. Já, hann skákaði og tóku eftir, en ég skrýtur reyndar að skáka og taka svo eftir, það gefur heilt tempó, en já, hróksendafli var að tapa, þannig hrókurinn er að koma á B5 og svartu peðin er einfallega komin of stutt. Maður benda það til þess að hrókurinn á 5. reyður stendur reynda mjög ágætlega til að stoppa kónginn til að hjálpa peðanum. Já, rétt, já. En þetta var, já, Alexander tók sénsinn þegar færi gafst. Já. Og við skulum kannski heyra hvað hann hafði að segja svona í stuttu spjalli eftir skákina. Við erum hérna að nýlóginni skák Alexander Domalchuk og Hilmis Freys. Such a very important win. Yeah, for sure. I wasn't sure what's going on in the middle game. I thought when he sacrificed his E4, he has a lot of compensation at least, and I was on the verge of losing something, but I think it all worked out well, and then I got this ending, which I managed to convert. That's probably equal, but it's harder to play for black for sure, and also Hilmir was low on time. So. But okay, a very good win for you, and also now you're in a pretty good position. It looks like you will be the sole leader at this point. Yeah. With 6.5. The last game is That's still ongoing. But the good news, but the bad news is probably you'll be black against Sokolov in the last round. So. Yeah, that's not a but perfect okay. pairing, not ideal, but okay, I've been playing all right, so who knows? Yeah, so you get a big game. If you win tomorrow, then you might be Icelandic champion. Yeah. Can't wait. Let's hope it goes well. Yeah, let's go get some rest and good luck tomorrow. Yeah, the round is at 9, right? Yeah, make sure to 9 and Ivan will come late 9:15. So. Thanks. Mikilvæg skák framöndan hjá Alexander Domalchuk morgun. Hann gætur Íslandsmeistari ef hann vinnur Ivan Sokolov. Því miður þá getur hann ekki ná stórmeistarafanga, munar alveg grátlega litlu. Já. Það er ákveðin meðastig sem þarf að ná, en hann vantar held ég ykkur 5-6 stigi upp á sem er alveg grátlegt. Þannig að ef einhver sem að teldi við hefði átt betri skákutöfni í februar, þá var hann átt að möguleika. Já. En já, það er titillinn og landslýssæti í boði, það var náttúrulega vinnutitillinn, Íslandsmeistarinn fær sæti í landsliðinu. En síðast skákin sem svona skipti máli þarna, það var Bragi og Sigurbjörn. Já. Og við ætlum að fara hérna bara inn í svona miðtaflið, byrjun er að klárast hérna, og hérna kemur slaguleikur hjá Sigurbjörni. Bjarni 70-6. Já. Það gefur Braga taktískt færi. Hérna sjáum við enn og aftur það sem vorum að tala um á hann. Loose pieces, drop. Já, það magna hvað maður kennst langt í taktíkinni bara með því að hafa þetta í huga. Bara með einföldum frösum. Já, maðurinn er á aldar. Nú er ég að finna eitthvað. Já, Bragi leikur náttúrulega sjálfsögðan að Rittari byrja 5 og ef að Sigurbjörn byrja tilbaka þá kemur Biskup byrja 7 og vinnur heilt peð. Þannig að Sigurbjörn leikur Rittari H7. Og þá leikur Bragi hérna kraftmiklu leik, hann leikur D4, heldur pressuna auðvitað á Rittaran og E7. Og eftir D3 byrja F5, Biskutur byrja E7 og hrókur E8, þá verður Sigurbjörn að reyna að peða tilbaka, en vandinn er að þetta peð í rauninni bara... Já, þetta peð er alltaf veikt þarna á D4-reiknum. Já, það er að falla. Fellur fljótlega. Drottning D7, Biskup B2 og í framhaldinu þá virðist Sigurbjörn vera klór í bakkan með svona taktík, hrókur dreipur E2, af því að ég meina, ok, hrókur dreipur E2 á móti að fellur hrókurinn á B1. Það sem meiri þá er á móti í borðinu. Og einmitt en vandinn er eftir Biskup E4 sem þetta var flottur leikur, rífur skálínuna verður Sigurbjörn að drepa hérna með skák á veginum og eftir hrókur E8 sem virðist vera klókuleikur leppa Biskupinn aftur máti borðið og hann drepa dróninguna og þá svaraði Bragi með mjög skemmtilega leikina Rittari E7 krókur á móti Bragi sá frá sig á einstaklega vel við þessa taktíki að Braga þetta verður hann að drepa Rittari gaffall og hann verður að drepa og þá skáka Bragi hrókinn eftir af og missir hérna að vinna skiptamennin og skiptamenn yfir og með alveg gott tak á stöðunni og skákinu lauk með einni yfirsjónu viðbót Biskup E6 skiptur svo mikið máli Bragi með unnið taflin hrókur byrja E6 og hann getur tekið tilbaka klára svona on the spot en það er áhugavert að nefna það líka að ungumennirnir hafa verið að standa sig vel í mótinu Jósef Ómarsson gerir jafntefli við Guðmund Kjartansson sterk úrslit í honum
Það verið að standa sig vel, Jósef og Adam Ómarssonir. Og Adam er með góð úrslit í þessari umferð, vinnur enn einn titilháfan. Leggur hvítimeistarann Símon Þórhallsson á velli í sviptingasamri skák. Símon missti reyndar af vinningu á einu stað, en hún svona sveiflar fram og tilbaka. Adam tók sína sensa sem hann hefur gert. Og ég tók eina létta spurningu á. Kíkjum á hann. Við erum hérna með Adam Ómarsson, búin að standa sig vel, búin að vinna 3 sterka titilháfa. Ég er bara með eina spurningu. Nú ertu að fara í 2-2. Ætlar að sækja CM-titilinn? Já, þetta. Já, víst eða það. Já, það hefur nefnilega snar fjölgað hjá okkur undanfarið í þessum CM-titlum, Candidate Master. Það er þú nær 2-2. Og er svona lægsti hérna FIDE-titillinn, svo kemur FIDE-meistari, sem við erum, svo kemur alþjóðlemeistari og svo stórmeistari. Þannig að það er bara gaman og hérna, þetta gefur til dæmis aðgang af Title Tuesday, sem er bara mikilvægt til að bæta þessum skákmaður, tefla við sterka menn. Þannig að Adam er komið með það. Mér langar að klára hérna svona létt og skemmtileg taflmennska og það er svona sóknartaflmennska aðeins að kíkja hérna á einn taflblokk. Hérna er nefnilega staða hjá það er Heimir Páll Ragnarsson sem er hvítt á móti Jóhanni Ragnarssoni og hérna teflar hann eiginlega alltaf því fullkomið úr þessari stöðu. Hann er búin að sækja djart í skákinni. Þess að sést kannski að því að menn telja peðin, þá eru ansi mörg svört peð. Já, en menn eru náttúrulega ekki alltaf að telja punktana. Nei, það er ekki alltaf að telja punktana. Og hérna finnur hann bestu leikina. Hrókur H8, hreikur kónginn á flóta og hérna kemur biskup B4 og kóngurinn þarf að fara framan á borðið. Og þá kom þessi leikur Hrókur H7 og nú hóttar hann máti hérna á F7, vill ekki hreyfa kónginn tilbaka á G7. Þannig að hóttar máti, svartur verður búið í flóttareit, leikur G4, fær hann flóttareit hérna. Heimir Páll lokar á flóttareit. Hóttar máti hér, þannig að nú leikar hann kóngur F5 og ætlar að bera fyrir ef hann skákar F7. Þá kemur enni sterkur leikurinn hjá Heimir Páll. Hann ætlar bara að rífa þetta upp á mátakónginn H3 og hóttar að drepa. Ef þú drepur þá kemur G4 skák, svo máta í F7. Hann valdar þetta, Jóhann, þá var teki og hann endur í bara hóttunina, biskup H3. Þetta er mjög skemmtilegt, sko. Þetta er glæsilegt. Ef hann tekur, þá kemur G4 skák og svo mát með hrókur F7. Þannig hann leikir E3 reyndir svona búið reytur í kónginn enn ferðina. Biskup blir G4 skák og biskup blir E3. Og nú er þetta bara orðið hóttun, biskup F3, G4, hrókur F7 mát. Og Jóhann fann ekki vörn, það er ekki vörn, biskup F3 og hérna gafst hann upp en það er mát í næsta leik. Stórglæsilegur kóngsson hjá Heimir Páll sem að tefli fyrir auga og hérna, gaman þessu. Virkilega vel gert. En það sé ekki rétt að okkur að kíkja þá á stöðuna. Gerum það. Við erum búin að fara yfir, það er skákið sem skiptir máli í umferðinni. Nú er það þannig að, eins og við sögðum, að Alexander Dómaldsson Jónasson er einn og efstur með 6,5 vinning eftir 8 skákir. Í öðru til 5. sæti eru Ívan Sitskó, Vigni Vatnar Stefánsson, Bragi Þorfinnsson og Ívan Sókolov. Hannes Lífar er svo einn með 5,5 vinning. Þannig að Dómaldsson stendur vel af því gefnu að hann tap ekki. Tap hann ekki, þá geta hann að lágmarki lent í aukakefni. Einmitt. Vinna, þá var hann bara Íslandsmeistari, ekki fram þetta það. Já, og nefnum það ef að 2 eða fleiri Íslendingar eru jafnir í efsta sæti þá munið tefla aukakefni titilinn sem að framfer strax að síðustu fyrir lokinni. Já, við erum ekki bara að tefla Íslandsmeistaratitilinn, það er líka Íslandsmeistaratitil kvenna og þar mun baráttan að verða milli Lenko Tatsnikovu sem er 4,5 vinning og Guðrún Fanny Brím sem er með 4 vinninga. Öldungatitillinn virðist vera orðið nokkuð öruggur hjá Ásgeir Erni Kárasyni sem hefur verið að standa sig bara þokkalega held ég. Já. Og ungmennatitillinn undir 22, það vill nú þannig til að hann ræðist á sama tíma og Íslandstitillinn þar sem Vignir og Dómaldsson eru líklegir. En já, kíkjum á lokaumferðina og það er ýmislegt að huga að þar. Athyglisverð pörun vegna þess að nú, sko, Sókolov einhvern veginn búin að lúra allt mótið. Já. Kemur bara frá hlið þarna í lokin. Hann er búin að vera eitthvað svona, og við vorum búin að tala það einhvern veginn allt mótið að Sókolov mun hafa áhrif á gangmóla í lokin og það er einmitt það sem er að fara að gerast á morgun. Gæti gerst á morgun, hann er með hvítt á Alexander Dómaldsson. En nú er það stóra spurningin, þetta er kannski bara þér að kenna, þú rakst hann í ræktina og hann hefur ekki unnið skák síðan þá. Já, þetta er rétt sko. Leðan að fara að mæta í ræktina með mér þá er hann búin að vinna hverja einustu skák síðan og
Já, þetta mót er bara ekki nógu langt fyrir hann. Maður hann að færa ræktana fyrir morgunum fyrir klukkan 9. Já, það er spurningin. Við tökum stöðuna á hann með fyrirmálið og sjáum hvort við getum drifið hann að stað. Já, þannig að Alexander þarf á öllu sína að halda gegn reyndum og sterkum stórmeistara sem að virðist vera að tefla sig í gang. Þannig að þetta verður erfitt verkefni og já, við vitum að á öðru og þriðju borði þeir munu bíða færis Bragi Þorfinnsson og Vignir Varnar. Já. Og já, það hattar nú ekki á neitt þó við segjum að það er nú erfiðara verkefni hjá Bragi Þorfinnssoni. Klálega, hann er með svarta móti Ivan Sitsko sem er búin að tefla mjög traust í mótinu, gefa lítið fara á sér einhvern veginn og já, það verður strempið verkefni en samt áhugavert af því að maður gerir ráð fyrir að Ivan að tveir mun reyna að vinna sína skákir og mögulega leggja svolítið undir til þess til þess að enda í efstu sætunum og þá á sama tíma mögulega gefa færi á sér. Þannig að Alexander Bragi þurfa að vera klókir á morgun. Já. En Vignir fær náttúrulega bestu pörunina, fær Adam Ómarsson sem er búin að standa sér frábæli í mótinu en er samt auðvitað skrefa eftir með við stórmeistarna í reynslu og styrk. Þannig að það standa sér vel á mótinu en er náttúrulega skörinni þar ennþá. Það sjálfsögðu. Þannig að Vignir held ég að hafa verið fegin að fá þessa pörun. Já. Og svo var það fjórðaborð Bárður Örn Birkisson og Hannes Hlívar. Möguleikar Hannesar er að vinna skákina og að hinir þrír Alexander Dómarsson verður þá að tapa og hinir tveir með að gera jafntefli, þá kemst hann í aukakefni. Það gæti jafnvel, hann fær ekkert betur en aukakefni. Það er besta sviðsmyndin fyrir Hannes. Já, Vignir, vinnan sína skák, þá er ansi líklegt að hann sé að lágmarka aukakefni og gæti unnið einn ef að Ívar hann í hjálp honum. Þannig að mér finnst mér líklegt að við fáum aukakefni, það er alveg í ykkur sviðsmynd. Og jafnvel segjum að Adam er góða skák og Vignir vinni ekki. Það getur verið að segjum að Bragi á jafntefli, Vignir á jafntefli, þá eru þeir þrír. Já, og Hannes vinni. Já, og Hannes komi líka bara að þeir verið fjórir. Þannig að það er ljóst að hafa verið hörku spenna. Í kvennaflokki þá, ef að Lenka vinnur Benedikt Þórðarsson, þá er hún Íslandsmeistari kvenna. Guðrún Fanney fær erfið verkefni svarta á Björn Þorfinnsson, þannig að hún þarf virkilega að vinna fyrir því. En Áskell á að eiga Sigurinn Vísan í öldingunum og ungmeira titillin eins og við nefndum hann getur nefnt lendir á svipuðum stað og Íslandsmeistara titillin gerir ráð fyrir. Það er rétt. En eru ekki bara góðir í bili? Það er svona aðeins fara að kólna líka? Jú, það er aðeins fara að kólna og sólinn er að setjast og það er bara við hæfið að fara leggjast í háttinn og gera sig fyrir morgundaginn, byrjum snemma morgun klukkan 9 og þá ræðist hver verður Íslandsmeistari.